Óvíst fjárveitingu til kaupa á nýjum krabbameinslyfjum. Læknir konu með sjaldgæft krabbamein tjáði henni að ekki væri til fjármagn til að kaupa ný lyf. Heilbrigðisráðherra segir málið í skoðun. Sigurlaug Ragnarsdóttir greindist með sjaldgæfa tegund krabbameins árið 2014. Hún hefur farið í 2 stórar skurðaðgerðir í Bandaríkjunum auk lyfjameðferðar. Og nú verið að velta fyrir sér hvert framhaldið verður, hvort ég fer út í 3. aðgerðina. Það svona stendur til, eða hvort að verða reynd einhver fleiri lyf áður en af því verður. Dóttir Sigurlaugar greindi frá því á Facebook í gær að mæðgurnar hefðu fengið þau skilaboð frá krabbameinslækni Sigurlaugar að ekki væri til fjárveiting fyrir nýjum krabbameinslyfjum á þessu ári. Það var svolítið erfitt að heyra sjálfsögðu því það mamma ekki eini krabbameinssjúklingurinn, það eru ótrúlega margir sem greinast með krabbamein og að ganga í gegnum þennan erfiða sjúkdóm. Þannig að við vorum bara svolítið sjokkeraðar og maður fann það alveg á krabbameinslækninum að þetta var rosalega erfitt fyrir hann að segja og hann var svona reiður og leiður í bland og svona þolinmæðin bara svolítið brostinn hjá honum. Þetta bara ömurleg staða og algjör óvissa sem bara mjög erfitt. Linda segir ósanngjarnt að fólk sem glímir við erfiðan sjúkdóm fái hugsanlega ekki þau lyf sem það þarf. Fólk sem stendur í að berjast við þennan erfiða sjúkdóm sé að berjast við að fá bestu meðferð einhvern veginn líka eða bestu lyfin þannig að það er svolítið erfitt. Linda bendir á að af 25 nýjum krabbameinslyfjum sem Evrópska lyfjamálastofnunin veitti markaðsleyfi frá 2013 og fram í mars 2016 hafa 8 verið tekin í notkun hér á landi. Norðmenn hafi á sama tíma tekið 3-falt fleiri í notkun eða 24. Við ætlum að bera okkur saman eins og þeir vilja gera við hin Norðurlöndin þegar kemur að fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, þá þetta ekki boðlegt. Og það líka búið að vera svo mikil þróun í þessum lyfjum á síðustu árum. Og við erum bara mjög aftarlega komin. Hvað varðar þessi nýju lyf? Þessi nýju lyf ekkert svo ný. Þau eru búin að vera í notkun á Norðurlöndunum annars staðar og þau virka. Og ég trúi því að þessi læknar væru ekki að biðja fjárveitingu fyrir þessi lyf nema virkilega þyrfti að þeim að halda fyrir sína skjólstæðinga. Óttar Proppé heilbrigðisráðherra gat ekki veitt viðtal vegna málsins en tjáir sig í færslu á Facebook. Hann segir málið til athugunar. Fólk hefur bara ekki tíma til að bíða, það bara þannig. Því þetta mjög grasserandi sjúkdómur, sérstaklega í ungu fólki. Og gerist þetta mjög hratt. Þannig að, já, þetta bara ömurleg staða. Og henni verður bara að breyta.